eins og Júli segir, við erum að standa fyrir sem við byrjum núna á menningarnótt í annað skiptið, en mótið líka á mótaskrá Kapp. Við viljum líka vekja athygli á því að öll keppnisgjöld og pulsusala og veitingasala rennur í minningarsjóð undir frá Klöru. Þannig að ég vil hvetja fólk til að versla pulsur og bara hjálpa okkur að styrkja minningarsjóðinn. Það er núna 2 mínútur í mótið, þannig að við erum að koma með fleiri stóla, þannig að bara góða skemmtun í dag. Það verða hressandi tilboð á pylsum og drykkjum sem að strákarnir í pulsusölunni vita allt og við hvetjum ykkur til að kíkja á þá. En hér er líka framúrskarandi veitingastaður inni sem býður upp á einar ýmsu vegar. Við byrjum mótið núna eftir 1 mínútu tæplega og það er Jón Sigurður, ármenningurinn knái sem ríður á vaðið. En bekkpressumót fara þannig fram að hér er keppt í raun 3 keppnishópum í dag. Fyrsti hópurinn eru karlar í klassískum kraftlyftingum. Það er að segja án svona hjálpar útbúnaðar eða svona bekkpressu útbúnaðar. Og svo eftir þeim koma konur og í lokin er það með útbúnaði. Allir keppendur fá 3 lyftur og yfirleitt byrja keppendur á þyngd sem að þeir telja að vera örugg opnun og svo hækkar stöngin. Og við hefum von á miklu þyngdum hér í dag. En hér með setjum við mótið og þökkum ykkur fyrir að vera mætt og gefum Jóni Sigurði gott klapp sem fyrsti keppandinn hér í dag. Hundrað og 10 kíló. Þetta var góð lyfta eða hvað segir dómarar? Jú, góð opnun á menningamótinu. Gefum honum gott klapp. Og hér í dag eru 3 dómarar og til þess að lyfta teljist gild þá þarf að fá að minnstakosti 2 hvít ljós frá dómurum. Næsti keppandinn er engin annar en Andri Fannar og hann biður 115 kíló stöngina. Menningamótið í bekkpressu hefur verið árlegur viðburður hjá lyftingadeild Ármanns og kraftlyftingasambandinu alveg síðan í fyrra þegar þetta byrjaði. Stöngin er klár, Andri Fannar. Já, uppbórða, oft eru þetta öruggara lyftur í byrjun og snýst leikurum svolítið að stimpla sig inn. Góð lyfta hjá Andra. Næstur er það Helgi Brím sem er með fyrsta atriðið sitt á menningarnótt núna en spilar á eftir með fraglónum. Hann er ekki missa því heldur. Helgi biður 120 kíló á stöngina. Stöngin er klár. 120 kíló fyrir Helga Brím. Glæsilegt hjá Helga. Og það er gild lyfta. 120 kíló. En þetta eru allt menningar með hér í dag því það hefur aldrei neitt lyft meiri þyngdum hér á Kjarvalsstöðum í bekkpressu áður.
Þannig að hér verið að brjóta blaði ekki bara í kraftasögunni, heldur líka í menningarsögunni. Eins og þetta var orðað áðan, við erum að rífa veggi og byggja brýr. Stöngin klár fyrir Benóný Benónýsson sem biður 100 kíló.
Ungur maður, nei, það bara nöglina af og málum byggt. Þetta greið. Ég enda þetta ekki farið í þegin, Það bara við vorum að koma hún í hann vöku. Já, hann skal aðeins að anda og... Jæja, við byrjum í 5. Það væri frábært að þið getur þjappað ykkur svo við næðum ykkur öllum á mynd. Bara þarna, kannski bara 2 raðir, standa á ská í 2 röðum. Þeir sem eru lægri geta verið fyrir framan, þeir sem eru hærri geta verið fyrir aftan. Sjáðu, nú eitthvað að gerast. Þeir að taka á sig mynd. Þjappa sér saman, enn nær, hugsa þétt saman. Þetta er gott, þetta er mjög gott, nú eitthvað að gerast. Gefum þeim gott klapp, frábærir keppendur sem svo sannarlega stóðu sig vel hér í dag. En við byrjum og í 57 kg flokki 50 ára og eldri, Margrét Valdemarsdóttir í 1. sæti. Í 1. sæti 18 ára yngri, 63 kg flokki, Eva Dís Valdemarsdóttir. Við erum að horfa á menningar bikarmeistarana. Og í 1. sæti í 18 ára og yngri, 69 kg flokki, Guðrún Ásgeirsdóttir. En í öðru sæti þar var Hrafnhildur Lóa, gefum henni gott klapp. Svo það í 69 kg flokki unglinga. Í 1. sæti Herdís Anna. Í 69 kg flokki, öldungaflokki 1, 1. sæti Ingunn Jónsdóttir. Gefum henni gott klapp. Þá það í 76 kg flokki, opnum flokki kvenna í 1. sæti Birgit Rós. Í 76 kg flokki kvenna, öldungaflokkur 1, 1. sæti Hrefna Rósa.
76 kg flokki kvenna, öldungaflokkur 2, fyrsta sæti Sigríður Snorradóttir. Í 84 kg flokki kvenna, í öðru sæti Lucy Stefanikova. Og í fyrsta sæti í 84 kg flokki Kristín Þórhallsdóttir. Í fyrsta sæti í 84 kg flokki kvenna, öldungaflokki 1, Brynhildur Lilja. Í yfir 84 kg flokki kvenna, annað sæti Una Björk. Og í fyrsta sæti Agnes Ýr Rósmundsdóttir. Í yfir 84 kg flokki, öldungaflokki 2, fyrsta sæti Guðný Ásta. Spenna bísepinn. Næst það í keppni með búnaði, þar í undir 84 kg flokki, fyrsta sæti Íris Hrönn. Og þá í yfir 84 kg flokki með búnaði Kristjana Steingrímsdóttir. Og við höldum áfram í yfir þungavíkt karla, opinn flokkur í klassískri bekkpressu, Guðfinnur Snær Magnússon með fyrsta sætið. Og þá í yfir þungavíkt karla, öldungaflokki 1, í öðru sæti Baldur Freyr.
Og fyrsta sæti í þeim flokki Kjartan Ingi. Þá það í yfirþungavíkt karla, öldungaflokkur 2, fyrsta sæti Dagbjartur Finnsson. Brostur við konunni. Og þá það í 93 kg flokki, öldungaflokkur 1, í bekkpressa með búnaði, fyrsta sæti Davíð Þór. Í 93 kg flokki, öldungaflokkur 1 í búnaði. Þá það í undir 120 kg flokki karla í bekkpressu með búnaði, fyrsta sæti Hjálmar Andrésson. Og síðast en ekki síst, í fyrsta sæti í yfirþungavíkt karla í bekkpressu með búnaði, Guðfinnur Snær Magnússon. Og þá það í fyrsta sæti í 59 kg flokki karla, Jón Sigurður. Í 93 kg flokki karla, öldungaflokki 1, í þriðja sæti Andri Fannar. Í öðru sæti Davíð Þór. Og í fyrsta sæti Ríkharð Bjarni. Þá það 105 kg flokkur karla í fyrsta sæti Sigurður Hafsteinn. Næst það 105 kg flokkur, öldungaflokkur 3 og það Helgi Brím. Í undir 120 kg flokki,
Í fyrsta sæti Vignir Jóhannesson. Og þá hefjum við verðlaunaafhendingu stigaverðlauna og við byrjum á stigakeppni í klassískri bekkpressu kvenna í öldungaflokki. Og þar stigahæst yfir alla konur er Guðný Ásta. Og það er Hreysti sem gefur hressandi verðlaun. Stigahæstur yfir karla í öllum öldungaflokkum er Ríkharð Bjarni. Stigahæstur karla í öldungaflokkum í búnaði Davíð Þór. Stigahæsta konan í unglingaflokkum, hvort sem það er stúlkna eða unglinga, stigahæst þar er það Eva Dís. Stigahæsta og þá erum við komin í opinn flokk, stigahæsta konan í klassískri bekkpressu Kristín Þórhallsdóttir. Og stigahæsti karlinn í opnum flokki Sigurður Hafsteinn. Stigahæsta konan í bekkpressu með búnaði Kristjana Stengríms. Og stigahæsti karlinn í bekkpressu með búnaði Guðfinnur Snær. Glæsilegt, gefum öllum þessum frábæru keppendum gott klapp sem stigu á sviðið og kepptu á öðru árlega menningarmótinu í bekkpressu og stóðu sig frábærlega. Þakka ykkur öllum kærlega fyrir þátttökuna og komuna. Ef einhver í áhorfendahópnum vill reyna sig í bekknum þá er hann opinn og almenningskeppnin er hafin. En að öðru leyti segjum við bara takk fyrir mótið, til hamingju. Frábært að tækifæri til að taka mynd af sér.